Komið sæl og velkomin í Öryrkjaráðið. Ég heiti María Pétursdóttir og ætla að vera með ykkur næsta hálftíman ásamt Birnu Eik Benediktsdóttur. Velkomin Birna. Takk fyrir það. Herðu, við ætlum aðeins að spjalla svona börn og barnafjölskyldur innan úr kerfinu. En fyrst, ég ætla kannski bara að byrja því samt að minnast á þáttinn sem að þú varst í hérna á Samstöðinni í Kona með höfuð, 9 þættir. Svona mannréttindi og feminisma og annað. Þannig að ég bara hvet fólk til að horfa á það. Og hérna, ég hins vegar, mér langaði að heyri þér að því þú tjáir þig oft, ég sé oft pósta frá þér á Facebookinni til dæmis, þar sem að þú ert að tjá þig málefni barna. Og út frá bara þessum vinkli, með stéttagleraugunum og bara varna fátækt og annað sem að svona oft vekur mann til umhugsunar eitthvað sem að maður hefur ekki pælt í. Þið hjónin eigið hvað, 6? Já, við höfum 6 drengi, við hjónin. Allt strákar, já. Og einn er nú orðinn fullorðinn, en hann nú kannski telst ekki lengur sem verandi á okkar framfæri. Og einn er með búsett í Danmörku. En þá eru þeir 4 hérna en þá á barsaldri hjá okkur. Og það sem við erum helst að reka okkur á er að við erum með 1 5 ára barn sem er með fjölfæði og ofnæmi. Og hann er líka með mígreni og bakflæði. Þessu fylgir gríðarlegu leyndur kostnaður. Fæðan sem barnið má fá er mjög svona sérþætt. Þetta er alveg, hann má fá eina tegund af jurtamjólk á markaðnum og líturinn kostar 500 krónur. Til dæmis. Allt sem við teljum venjulegan mat má hann ekki borða. Hann má bara borða alveg hreinan mat. Þannig að allt hráefni verður að vera mjög gott. Og ekkert tilbúið, engar tilbúna sósur, ekkert fyrirfram kryddað. Þannig að kostnaðurinn er ótrúlegur. Og svo við það bætist að til dæmis bara mígrenilyfin eru mörg þúsund sem betur það er ekki að taka við að staðaldri, en þetta eru mótvirkandi lyf sem hann tekur þegar kast byrjar. Já, þetta var nú einn Facebook-status sem ég las hjá þér, Birna, sem var mjög vakti mann svolítið til umhugsunar það. Af hverju er verið að rukka lyf barna og börn hafa ekki tekjur sjálf? Ég ætlum bara 5 ára nákvæmlega, hér er 5 ára gamall drengur, algjörlega upp á foreldra sína kominn. Hann þarf þessi lyf, að mígreniköst getur verið ógeðsleg. Þetta er svo mikil vanlíðan, þetta er svo mikil ógeð, endar á rosalegum uppköstum og til þess að varna honum þessu þurfum við að eiga pening. Og mér finnst þetta svo siðferðislega rangt að mig alveg svimar af því. Og svo er ekki minnst að heldur tekjutapið. Því þegar 5 ára barnið til dæmis með mígrenikast, þá ert þú heima. Akkúrat. Gerist það í síðustu viku fyrir hrein mistök, einlæg mistök í leikskólanum að hann fær 4 hluti á einu bretti sem hann er með ofnæmi fyrir. Hann gat ekki farið í leikskólan næstu 2 daga og nú er 1,5 vika síðan þetta átti sér stað og hann er ennþá að ná sér. Hann er ennþá ekki að sofa, hann er ennþá með truflun í meltingu, húðin hans er ennþá ekki í lagi og þetta hefur í för með sér að við þurfum að vera með honum. Hann er 5 ára, hann þarf auðvitað foreldra með sér í þessu ferli og þetta er tekjutap. Þarna er líka leyndur kostnaður og svo reyndum við að eftir hvatningu að sækjum umönnunarbætur á barninu. Það er til dæmis ýmis matur sem okkur langar að geta boðið honum sem við getum ekki. Og við reyndum það og þá þarf maður að sýna fram á útlagðan kostnað. Til þess að geta sýnt kvittanir með útlagðan kostnaði þarf maður að hafa geta staðið undir honum. Og við höfum til dæmis ekki geta keypt mígrenilyfin, við höfum verið svo heppin að fjölskyldumeðlimur kaupir þau fyrir okkur. En við getum ekki sýnt fram á útlagðan kostnað fyrir hluti sem við höfum ekki haft efni á að kaupa. Akkúrat. Og ég get ekki sýnt kvittanir fyrir veikindadögum út af barninu. Og þannig ég væri svo til í að spyrja þann sem ákvað þetta, hvað með barnið sem býr við skort, þarf umönnunarbætur, en það er ekki hægt að sýna fram útlagðan kostnað, mun það barn þá bara áfram að búa við skort.
Já. Ekki hægt að veita foreldrunum umönnunarbætur til þess að geta veitt barninu þar sem það þarf út af sérþörfum. Þetta svona einn af þessum veggjum, ekki nóg til dæmis, nú erum við með ofsalega góðan heimilislækni, hann með mjög góðan skilning á þörfum barnsins, hvað bestan líklega, skrifar mjög greinagott læknisvottorð til þess að senda inn til sjúkratrygginga, af hverju það ekki nóg? Þú hefur ekki hringt á Tryggingastofnun og spurt einhvern út í þetta þar? Nei, það þyrmdi yfir mig. Já. Og ég bara, já, ok, enn ein baráttan. Já. En ég að hita upp í næstu lotu. Næstu lotu, já. Sem bara svona, já. Þetta algjörlega svona, sko. Já, einmitt. Akkurat. Þetta svona einn vingitur og svo verður ég að játa. Já. Sko, við erum út í manum, við erum að senda hann í skóla á næsta ári. Já. Við viljum endilega að hann fá að hitta mæti hádeginu eins og önnur skólabögn. Já. Það verður þrautin þyngri, sko. Já, einmitt. Akkurat. Það svolítið fjöldlega. Svo þið eru ekki í Reykjavík eða hvað? Nei, við erum á Selfossi og fluttum einmitt á Selfoss vegna þess að húsnæðisverð í Reykjavík var of þungt fyrir okkur. Við vildum vera í Reykjavík en það er ekki möguleiki fyrir okkur heila. Einmitt. Þannig við erum á Selfossi og verðum að játa sko mataráðurinn á leikskólanum er hún svo einn af fjölskyldumeðlunum okkar. Ég var ekki ætliða hana. Já, einmitt. Hún er algjört gull, sko, en við fáum hana því miður ekki með okkur upp í grunnskóla. Yfir í skólan, nei. Nákvæmlega. En svo, og aftur ef að þið væruð í sko stærri mögulega skóla, þá kannski væri þetta barn ekki eina barnið sem þyrfti svona sérfræði eða hvað? Já, sko, nú þekki ég það ekki. Skólinn sem börnum mín í, það eru sko 750 nemendur í honum. Já, það er samt þá, það eru þá þetta mörg börn. Já, Selfoss er náttúrulega springur, sko. Þeim á að fækka eitthvað, það er verið að byggja nýjan skóla. En við það skapast sko aðeins svo mikið þrengsli í matatímunum. Já. Og kannski erfitt að passa einmitt upp á crossmit. Já. Og svoleiðis. Og sko það eina sem ég hef að byggja á þessu, það eru frásagnir annarra foreldra með börn í þessum sama skóla að það hafi gefist upp og byrjaði að senda bara nesti. Já, einmitt. Og það eru þetta, ofnæmisbörnin eru alltaf út úr, þau eru öðruvísi, fá ekki vera með, geta ekki borða það sem er í afmælinu og svo getur það heldur ekki setja með félögum sínum og borða mat í hádeginu. Þetta þau eru að verða vön þessu, sko. Þetta er bara frekar glatað fyrir þau. Þetta er nefnilega alveg frekar glatað fyrir þau og sérstaklega þegar að sko, fólk til dæmis átti sig ekki á eitt af ofnæmunum sem sonur okkar glímir við að sojaofnæmi. Og það er soja. Bara mjög mörgum. Við getum ekki keypt neitt brauð út í búð til dæmis. Nei, einmitt. Soja í öllu brauðinu. Já, fólk áttar sig ekkert á því hvað er soja í öllum fjandanum. Það er líka með mjólkurofnæmi, það er ekkert mál. Nei, einmitt. Með sojaofnæmi. Það er sneða frá því. Já. Þannig það er margt svona sem er erfitt og svo erum við sko, líka að glíma við barn sem að slasaðist á leikskóla þegar það var lítið. Hann er 11 ára í dag en hann hlaut framheilaskaða út á haugkúpubroti sem hann hlaut á leikskólanum. Íslenska heilbrigðiskerfi býður ekki upp á neitt fyrir áunninn heilaskaða. Þið hafið ekki fengið bætur eða neitt svoleiðis? Nei, hann slasaðist þegar við byggum í Danmörku á leikskóla þar. Okay. En hann slasaðist á samskonar hjóli og íslenski leikskólar nota. Já. Þannig að hættan á samskonar slysum er til staðar á Íslandi, sko. Já, einmitt. Og við gengum út af spítalanum með þær fréttir að hann hefði haugkúpubrotnað og gangi ykkur vel. Ok. Það var bara engin eftirfylgni og ekki neitt. En svo er þessi drengur náttúrulega búandi á Íslandi og er Íslendingur og við fáum bara að vita það. Börn með áunninn heilaskaða á Íslandi fá enga séraðstoð. Og það er náttúrulega bara ótrúlega margt sem fylgir áunnum heilaskaða. Og þetta er bara því hann er áunninn, eða hvað? Já, sko. Þetta er með börn sem væru ekki með áunninn, bara meðfæddan heilaskaða. Já, börn sem fæðast með svona fötlun, foreldrar þeirra, við höfum þetta heyrt það, foreldrar þeirra þurfa þetta að berjast fyrir réttindi þeirra líka. Já. Þú veist, maður veit ekki, það væri áhugavert að... Já, það væri svolítið forunilegt að vita, sko, hvort að það breyta einhverju í kerfinu. Já. En ég veit bara að samtök fólks með áunninn heilaskaða hafa verið að reyna að agitera fyrir þessu. Því að áunninn heilaskaða er svo falinn. Þú séð ekki utan á barninu mínu til dæmis að hann glími við framheilaskaða. Og þetta hefur áhrif á allt hans líf. Já, akkurat.
og þarna í viðbót, einmitt, fylgir oft tekjumissir. Drengurinn minn ræður ekki alltaf við skóladaginn. Hann þarf mjög oft að koma fyrir heim. Það er ekki í boði að skilja hann eftir einan heima. Þannig að, svona hefur það verið alltaf. Þannig að honum fylgir til dæmis ákveðin tekjumissir. Hann þyrfti helst að vera í iðjuþjálfun. Já, einmitt, og fær það ekki. Nei, og hann þyrfti líka á okkar kostnað að fá, sem sagt, ýmsa sérkennslu. Það fær það ekki heldur. Hvernig, að því nú fluttuðu þið frá Danmörku, nú var ég að tala daginn við konu í Danmörku sem er með 2 börn sem er með þurfa sérstaka aðstoð og hún fekk svo mikið betri þjónustu hvað var skólamál og annað fyrir börnin í Danmörku heldur en á Íslandi. Þetta er rosa misjafnt, það fer rosa mikið eftir því hvað það er sem börnin glíma við. Já. Og á hvaða stigi. Það er til dæmis mun betur að vera með ADHD á Íslandi heldur en Danmörku. Já, ok. Það skiptir máli hvað er að bara hrjá þau. Já, og svo til dæmis eins og við erum sko aftur ofsalega heppin, sko, deildarstjórinn í skóla sona míns, sem er 11 ára, hún er svona mannleg perla. Algjörlega rétt kona á réttum stað og ofsalega flott. Og hún er í rauninni að sjá að hans skólaganga gangi fyrir sig. Já. Ég held nefnilega, ég sko hef þessa reynslu líka. Ég var með barn sem þurfti stuðninginn í skóla og hérna í gamla daga. Það barn eru fullorðið í dag en og var með umönnunarbætur og eitthvað svoleiðis, þannig að ég fór í gegnum þetta allt og maður var alltaf í einhverju baráttu. Maður var alltaf einhvern veginn með nefana á lofti. En mér fannst, sko, svona, þegar upp er staðið, þá fannst mér þetta alltaf standa og falla með bara persónum. Já. Bara ef það var, sko, góður kennari, einhver góður starfsmaður, einhver sem bara, skilur, bara fattaði inn á hann og hans takmarkanir, að þá einhvern veginn gekk þetta. Það er nefnilega svolítið máli og það sýnir okkur náttúrulega að kerfið sé brotið. Já, algjörlega. Ef að sko drengurinn minn hefur alveg lent í því í skóla, sem betur fyrir ekki í skólanum sem hann er í núna, að hann lendir hjá kennara sem þolir hann ekki. Já. Og hann er ekki allra. Drengurinn minn er ekki allra. Nei, einmitt. Og þá bara mótar það möguleika hans á menntun, að hann og kennarinn eigi ekki kemistríu saman. Já, einmitt. Þetta er alveg agalegt. Það er rosalegt. Já. Það er svona svolítið stór biti, sko. Já, einmitt. Og mér finnst svolítið erfitt að það sé ekki til þegar maður er búin að fá úr því skorið, glímum ákveðinn vanda vegna framfélagsskaða, að þá fylgja honum ekkert. Já, einmitt. Og ég fekk það alveg skýrt frá kennurunum og deildarstjórum í skólanum. Þeim finnst það líka erfitt. Já. Sko, kennarar er ekki menntaðir til þess að sjá til dæmis, að vita hvernig viðbrögð barn með framfélagsskaða sýnir. Nei, nákvæmlega, einmitt. Þú veist, það er ekki inn í kennaramentum. Þau sko þyrftu líka að fá einhverja aðstoð og stuðning. Já, einmitt. Þannig að það vantar alveg að taka utan þann hóp til dæmis. Já, algjörlega. Þannig að, þú veist, þetta er svolítið þungt í vöfum, eins og þú segir, ef foreldri hefur ekki getu eða orku til að berjast, þá bara fær barnið ekki stuðning. Já, einmitt. Það er bara þannig. Og líka, og það sem er líka kannski, sko, það sem ég hef líka velt svo mikið fyrir mér í þessu samhengi er það bara, sko, að foreldrar brenna út líka, eða standa í svona baráttu. Foreldrar veikjast jafnvel, þú veist, foreldrar bara, þú veist, lenda í börnáti, heimabörnáti í rauninni, þannig lagað, við að berjast við kerfið og reyna að láta allt fungera með börn. Já, bara, sko, ef börnin er ekki að fá stuðning. Og líka, og það sem að minnst líka svo, sko, förðulegt eins og með þessar umönnunarbætur, þær er ekkert ekki háar. Þannig að þú veist, þær koma kannski til móts við eitthvað smávegis tekjutap, en skilur ekki samt næstum því hið raunverulega tekjutap sem oft er. Nei, einmitt. Og maður skildi ætla að vera þjóðhagslega hagkvæmt að halda foreldrum fungerandi. Akkurat. Því ef ég til dæmis brenn út og hætti að geta advokera fyrir syni mína, hver á þá að gera það? Akkurat. Í hverju lenda þeir þá og hversu mikil byrði verðum ég og þeir þá á þjóðarbúinu? Já, einmitt.
Þannig ég skil eiginlega ekki alveg af hverju það er alltaf gengið út frá því að allir sem þurfi einhvers konar aðstoð eða stuðning séu að reyna að svindla. Einmitt. Já. Og við erum alltaf bara komin að því hvað, þarna þeim punkti, sko, hvað í rauninni bara, einmitt, hvað fátækt er líka, sko, dýr samfélaginu og hvað bara fátækt og skortur og þjónustuleysi. Þetta í rauninni kemur bara út í mínus fyrir samfélagið. Þannig að Já, algjörlega, sko. Hvað á til dæmis drengur, segjum sem svo, ef að drengurinn minn finnur sér aldrei í skóla, ef hann er óheppinn þegar hann fer yfir að efstastiga, ef að deildarstjórinn þar skilur hann ekki. Já, Hvað er hann að lenda eftir grunnskóla? Nákvæmlega. Hvað tekur við? Já, einmitt. Það vantar alla framsýni í að hlúa að fólki, sko. Já, akkurat. Með því að nú eru við til dæmis, sko, hvorugt okkar ég eða maður minn eru getulítið fólk, við bæði unnið fulla vinnu, það er að meðal innan heilbrigðiskerfisins, og bara borgar svo lítið að við getum ekki séð, sko, börnunum okkar fyrir sérþörfunum, við erum bara að berjast nauðþurftirnar. Já, einmitt. Og þá er svolítið erfitt að ætla út fyrir ramman og dekka sérþarfirnar líka, sko. Akkurat. Einmitt. Það er svolítið þungt, sko. Það er svolítið þungt, já. Já. Maður strandar svolítið á því, sko. Og svona þetta, hvort það í rauninni það er réttlætanlegt að krefja börn peninga fyrir þjónustu. Já, það er náttúrulega bara, það er svolítið bara crazy þegar maður hugsa út í það, sko. En líka svo, þetta kemur líka inn á það sem að, ég sá að margir að gagnrýna núna á Facebooka með fæðingarorlofs frumvarpið. Þar sem að þessi tekjutenging á fæðingarorlofi og það var ein manneskja sem ég sá að kommentaraði á það einmitt í gær og kom með einmitt þá hugmynd, sko, hvort að, ég meina, er þetta jafnræði upp á barn að gera? Að, sko, einhver, til dæmis faðir sem er með rosa háa tekjur, ákveður að taka fæðingarorlof sinn helming og eitthvað, skilur nú átt að vera alveg 50-50 skipt, kona kall og en konur eru yfirleitt tekjulægri til dæmis. Akkurat. Og það voru komin svona margir vinklar á þetta, að þessi kynskipting væri kannski ekki svo rosalega, þetta væri í rauninni kannski ekki bent svo mikið jafnrétti, kynjajafnrétti þegar uppi staðið. Og svo þetta með, sko, jafnrétti gagnvart barninu, ef að til dæmis einn pabbi er með tekjutengt fæðingarorlof upp á 700.000 eða eitthvað, eða ég veit ekki hvað, skilurðu, og svo er annar með 200 eða 150 eða eitthvað, skilurðu. Já. Og þá kom þessi spurning, er þetta lögum samkvæmt í lagi gagnvart börnum, að eitt barn búi við svona mikil gæði og annað barn svona mikil skort. Þetta er ekkert jafnræðið þannig. En það er líka bara, sko, á kristaltæru, íþróttir á Íslandi til dæmis er ekki fyrir öll börn. Nei, það er nú annað, já. Og íþróttir á Íslandi er fyrir börn efnaforeldra. Já, einmitt. Það er bara svoleiðis. Já. Og það er alveg sama hvað að tala já, sveitarfélag gefur frístundastyrk, já, og á móti hækka íþróttafélögin gjöldin sín. Já, einmitt. Og er réttlætanlegt að grunnskólar fari fram á það að öll börn eigi sundföt? Er það ekki gjald til skólagöngu? Þú fær skróku og mætir ekki í skólasund en það er ekki til pening fyrir sundskilu. Sundskilu, já, einmitt. En svo er helst öll að vera með eigin sundgleru. Já, einmitt. Er þetta í lagi? Er í lagi á skóli til dæmis skólinn okkar til dæmis, hann sér börnunum fyrir reiknivélum í svona vasareiknum í stærðfræði. Samt tekið fram í pósti sem sendur þetta foreldra, börn með eigin vasareikna hafa forskot á hinn. Í alvörunni? Já. Er það þá, þú veist, mikið betri vasareikna? Ja, þá kunna þau á vélarnar sínar. Jesús, sko. Þannig að það er aðeins verið að fátækra skamma þá sem ekki geta séð börnunum sínum fyrir góðum vasareiknum. Já, einmitt. Þetta er samt almennur skóli. Stenst þetta lög? Það er nefnilega bara svona vafamál, held ég, sko. Ég held þannig, nú er grunnskólalögum og það
sko, það er skóli án aðgreiningar og þáttaka í skólastarfi telst líka þáttaka í félagsstarfi. Samt eru nemendafélög flestra skóla að rukka inn á skólaviðburði. Akkúrat. Það mega þau að þetta eru nemendafélög, þetta er ekki rekja á skólanum. En ef þú átt ekki 500 kall til þess að koma inn á skólaviðburðin, þá getur þú ekki verið með. Nei. Svo veit ég líka að skólar hafa verið sko fiffa svona hluti með að láta þau að fara í gegnum sko foreldrafélagið til þess að hægt sé að rekka fyrir það. Akkurat. Það slær mig svolítið að þetta skulle í rauninni bara vera í lagi, því þarna er strax í skólanum eða samþykki skólastjóra og þeirra sem skipa er að búa til hóp barna sem getur ekki tekið virkan það. Og það er eins og þessi bara ásettanlegu fórnarkostnaður. Akkúrat. Mér finnst það svolítið rosalegt, sko. Ég fór að pæla í þessu, því nú er ég í meistaranámi, sem sagt, við menntunarfræði og hef unnið við kennslu. Og þegar við erum að tala útikennslu. Útikennslu allt árið, passa að koma vel búin, hvað útigalli kostar. Ef þú farið hann ekki í Rauða krossinum, það er bara, ég fengi nokkra góða alveg bara eins og nýja í Rauða krossinum sem var bara ótrúlega heppni. Ég játa, ég hef bara aldrei keypt nýjan útigalla börnum mína, því við eigum ekki pening fyrir það. Nei, nákvæmlega. Við höfum bara aldrei keypt ný útiföt á börnum okkar. En sko, það er ákveðin krafa að setja allir að koma vel búnir. Þeir sem eru vel búnir, þeir geta ekki virkan þátt í kennslunni, þeim sem er kalt, þeir læri ekki jafn vel. Já, ég veit það. Hvernig getur skóli tæklað þetta? Það er svo ótrúlega mörgum sviðum þar sem við erum að rukka börn fyrir það sem eiga að vera mannréttindi þeirra. Það er nefnilega málið, já. Og fólk bara virðist ekki átta sig á því, eins og einn sagði hérna fyrir löngu, ég menn, þetta er nú bara 2000 krónur þetta gjald, þú veist, menn það finnur enginn fyrir því. Já, það er ekki tekið reyna, mögulega sko eru sumir foreldrar bara það tekilega og eru að þeir hérna, þú veist. Þeir sem reka batterið alltaf á yfirdrætti, þeir finna fyrir 2000 kallinu. Nákvæmlega. Það er náttúrulega bara svoleiðis. Og þetta finnst mér beintengjast inn í umræðuna, sko, bæði umræðu sko, börn sem eiga foreldrar sem eru öryrkjar. Af því við vitum að ríkið úthlutar öryrkjum sko, bótum undir fátækramarkum. Og svo líka börn með sérþarfir. Sem það veit ekki hvort verði öryrkjar eða hvort hægt er að hlúa að í barnæsku þannig að þau verði ekki öryrkjar. Nákvæmlega. Eða hvort að foreldrarnir verði öryrkjar að því að fæta og bara brenna út. Þurfa að standa í kerfinu, sko. Já, þurfa að standa í kerfinu. Sem er bara ótrúlega þungt oft. Já, Þannig að mér finnst þetta beintengist inn í það umræðu, sko, öll umræðu gjaldtöku fyrir börn. Það er rosa gaman að vera í íþróttum, svo kemur keppnisferðalag, sem kostar 30 skall á haus. Já, og það er ekki, sko, ég meina, það er nóg að vera í skólanum, en það eru skólaferðalög, sko, sem kosta yfir 30-40.000 kall, sko. Þú veist, held ég tvisvar á skólagöngunni, þú veist, á miðstigi og elstastigi. Og samt á ekki að mismunna börnum í skóla? Nei, og þetta er þess vegna núna, sko, að því skólinn getur ekki rukka fyrir þetta, að þá er þetta látið fara í gegnum foreldrafélagið. Já, akkurat. Af því þeim, og kennararnir fara með, sko, þú veist, í sjálfboðavinnu held ég bara leggu við, sko. Já. Bara þeir vilja halda sinni, sko, en þetta var tekið út, sko. Þarna á ríkið náttúrulega að heysi upp sig og ekki lækka skatt á fjármagnstekjur. Nei. Til dæmis. Já. Skólinn alltaf að tala um skólinn. Þú veist, alltaf að tala um skólinn sé ákveðið jöfnunartæki. Hann er það bara ekkert á Íslandi. Nei, hann er það ekki. Og svo náttúrulega eru sveitafélögin að kikna undan svo mörgu sem hefur verið fært yfir á þau og fylgir ekki nægilegt fjármagn með. Ég held að það sé bara alveg staðreynd, sko. Algjörlega. Þannig að ég held að við erum að rukka börn fyrir mat í skóla. Já, Það er alveg rosa gaman að standa í röðinni og menn eins og í skóla svona minna, þar þarftu að slá inn númer, þú fær svona eins og PIN-kóða. Já, og áður en þú getur tekið mat, þá þú að slá inn PIN-kóðan. Já. Það þarf að athuga hvort það er búið að borga reikningin eða ekki. Akkurat.
Þetta er bara svolítið Þetta hræðilegt. finnst mér svolítið blóð. Það er það. Já. Það er það. Það var svona, hefur verið svona pinnúmer líka í skóla dóttur minnar. Já. Þarna finnst mér bera vott algjöra stéttablindu skólastjórnenda. Einmitt. Átti sér hreinlega ekki á því hvað þau eru að gera barninu sem stendur og er að pikka númerið með sko illt í maganum af því að þau veit ekki hvort það kemur grænt eða rautt. Já, akkurat. Einmitt. Og hverju þjónar þetta? Einmitt. Þetta er svolítið svo. Þetta er svolítið svona, já, einmitt. Ég vona bara sem flestir hlusti á þessar athugasemdir á skólakerfið og kerfið, þannig að þetta er bara einmitt, og þetta er rosalega brýnt sko. Þegar ég hef sko farið líka að ræða þetta inn í foreldrafélagi og annað, ég hef stundum farið að tala þessi mál, og þá hef ég ekki fengið góð viðbrögð átt frá öðrum foreldrum. Það er alveg sorglegast sko. Já, ég held að þurfi nefnilega, maður fær ekki góð viðbrögð frá öðrum foreldrum ef að þau hafa aldrei þurft að telja upp í 2000 kallið. Nei, einmitt. Já, stundum er þetta hugsunarleysi. Ég sat til dæmis fund foreldrafélags og það sem talað verið um að málgagn foreldrafélagsins væri mjög mikilvægt til þess að stuðla félagslegu virkni barna og eitthvað. Og ég spyr, ok, er það gefið út á fleiri tungumálum en einu? Og þá bara hafði engin pælt í því. Nei. Fullt af börnum sem eiga ekkert íslenskt foreldri í skólanum hjá okkur. Já, hvernig að þessi börn að vita hvað er í gangi? Akkurat. Ekki lesa þau e-maili sem mamma og pappa fá. Þannig að það er svona, það er ýmislegt, stundum fattar fólk bara ekki. Nei. En stundum er það líka bara svo alveg visst það lifir enginn í svona fátækt á Íslandi. Það er 2000 skall. Já, einmitt. Ég held að þetta sé rosalega, þessi stór hluti af fólki sem hugsi svona. Já. Af því við erum alltaf kannski ekki, og svo er spurning hvort þetta breytist núna með því ástandi sem er í gangi í kreppunni núna, ég veit það ekki, en þá er það líka, ég veit það ekki, spurning hvort það breytist tímabundi og svo ekki. Ég fór nú á mótmálastöðuna í gær gegn fátækt. Já. Og ég hefði viljað sjá bara öll Suðurnesin helst. Akkurat. En það var ekki sko, því þessu fylgir ennþá svo mikil skömm að tala um þetta og eins, það er ákveð sem ég hef líka rætt inn í foreldrafélagi dóttur minnar sko, að þú veist, það þarf að segja frá líka leiðum og lausnum sem eru til, af því það er alveg fátækir foreldrar. Þeir bara, kannski er ekkert mikið að tjá sig. Já, því að svo kemur nefnilega oft, ég meina ef einhver hefur gefnað, þú getur bara haft samband til skrifstofu skóla. Já, eða sko, eins og var sagt við mig, sko, já, það er bara hægt að hafa samband til kirkjuna. Já, sko, nú þekki ég persónulega til öryrkja, sem fær örorkubætur sér til framfærslu, þegar að þessi persóna talaði við sinn félagsráðgjafa heyrðu, þegar ég er búin að borga leigu, þá á ég 20.000 krónur. Og ég á barn, og ég veit ekki alveg hvernig að láta enda mætast. Þá fekk þessi manneskja að heyra, já sko, það er hægt að fara að borða í samhjálp einu svona dag. Já, og svo eru ákveðin líknarfélög. Og þá er það sem ég heyri, það er að við erum sko búin að stofnanavæða það að treysta á frjáls félagasamtök að fæða fólk sem við neitum að fæða. Já, nákvæmlega. Þetta er það sem við náttúrulega erum að sjá alltaf núna í auknum mæli. Félagsfræðingur bara viðurkennir það, já nei, þú getur ekki lifað á þessu, en í samhjálp færðu allavega eina heita máltíð á dag. Já. Ég skil samt, sko, auðvitað skil ég samt alveg að félagsráðgjafinn segir þetta vegna þess að sko, hann þekkir kerfið, hann veit hvar kerfið mun segja nei. Já, þetta er alls ekki ákveð félagsráðgjafinn. Nei, þannig að félagsráðgjafinn veit í rauninni að manneskjan er bara upp á hjálparsamtök komin í rauninni. Já. Þetta er nefnilega bara samt svo hræðilegt. Já, þetta er nefnilega ádeilig á kerfið sem snýður félagsráðgjafinn á þann stakk. Hann getur ekki aðstoð umbjóðandi sinna öðruvísi. Nei, einmitt. Hann verður bara að vísa á. Þú ert rosalega fátækur og þú og barnið þitt verður bara að fara í samhjálp. Já, akkurat. Við erum bara sátt við þetta kerfi. Já. Sum erum við ekki sem betur fyrr. Sumar erum við ekki. Við höldum áfram að berjast. Við höldum áfram að berjast í þessum málum. Herðu,
látum það vera loka orðin. Þetta er bara einmitt. Þetta er svo ógeðslega mikilvæg umræða. Takk kærlega fyrir komuna. Já, takk fyrir að bjóða mér. Og ræðum þessi mál. Og kannski fæ ég hóið einn tíðan seinna aftur ef við ætlum að ræða vinkla og barnamálum. Takk. Og ég minni ykkur áhorfendur á Facebook síðun okkar Öryrkjaráðið og við sjáumst næst. Takk.